kannski að hafa smá innskot þar sem hann mun bæði hafa grín og matargagnrýni sem hann gagnrýnir mat. Fyrst ætlum við að kíkja inn í B-lista Framsóknarflokksins. Hvað helsta stefnumálið ykkar? Helsta stefnumálið að stjórna borgin út frá hagsmunum barna og leysa húsnæðisvandann. Það þarf að byggja meira húsnæði til þess að það sé ódýrara fyrir fólk að búa í Reykjavík og til þess að tryggja að allir hafi þak yfir höfuðið. Veitu hvað þetta fólk að kjósa Framsókn? Af því að það mjög mikilvægt að leysa þessi vandamál. Að varðandi húsnæðismálum, það þurfa allir þak yfir höfuðið. Það eiga allir Reykvíkingar sameiginlegt. Og svo þurfum við að efla þjónustuna við börn og barnafjölskyldur og ég held að borgarbúar viti að það gott að kjósa Framsókn þegar kemur að þessum málum af því að við höfum sýnt að við brennum fyrir þessum málum. Hvernig stemmingin hérna á Borgarfjörðsstofunni? Hún mjög góð. Framsókn alltaf þekkt fyrir það að vera með rosalega gott kosningakaffi, margar kökur, alls konar kræsingar og þess vegna alltaf mjög fjölmennt í kosningakaffinu hjá okkur. Ef þú þurftir að rífa eitt hús í Reykjavík einmitt núna, hvað hús væri það? Sko ég myndi ekki vilja rífa neitt hús þegar við þurfum að byggja hús þannig að allir fá þak yfir höfuðið. Jæja, þá er ég komin í kosningaskrifstofu á Framsókn og ég ætla að fá mér einn kanilsnúð hérna. Mjög góða kanilsnúður. Jæja, þá er það djöflakakan. Prófa hana, Jesus Christ. Ég átti svo erfitt með að setja matur á disk. Ég fannst Framsókn vera með góða kanilsnúða og líka frábæra djöflaköku, þannig að ég ætla að gefa Framsóknarflokkinum 8 í einhverjum. Næst ætlum við að fara inn í Valhöll og tala við Sjálfstæðisflokkinn. Út í hverju ætti fólk að kjósa Sjálfstæðisflokkinn? Af því ef fólk vil sjá breytingar, þá er bara einn valkostur og það er Sjálfstæðisflokkurinn, af því að annars fær fólk bara meira að finna sama. Hvað er stærsta stefnumálið ykkar? Þau eru svo mörg, það er erfitt að nefna eitt, en við viljum fara í að byggja upp meira húsnæði, við viljum leysa samgönguvandann og við viljum leysa leikskólavandann og svo viljum við lækka skatta fyrir fólki í Reykjavík. Hvernig er stemmingin? Stemmingin er rosalega góð. Hér eru allir í banastuði og við erum bara spennt fyrir þessum lokametrum í baráttunni og hlökkum til að sjá niðurstöðurnar í kvöld. Ef þú mættir rífa eitt hús í Reykjavík, hvaða hús er það? Rífa? Vá, ég er nú ekki mikið endilega, ég þarf að hugsa þetta eins, ég bara veit það ekki, ég er meira fyrir að byggja upp. Ég ætla að prófa að fá mér einn Sjálfstæðisflokka bolla. Ég ætla líka að fá mér bara svona eina kleinu. Góð kleina. Nú er komið að Sjálfstæðisflokka bollanum. Mamma, þetta er góð bolli. Ég gef þessu 7 af 10. Nú munum við fara inn og taka viðtal við sósíalistum. Hvað er helsta stefnumálið ykkar? Helsta stefnumálið okkar er að auka jöfnuð þannig að allir greiði til borgarinnar, líka þeir ríku og allir eigi rétt á grunnþjónustu í borginni. Við viljum laga fátækt og við viljum laga almenningssamgöngur og bara auka jöfnuð. Við viljum að foreldrar greiði ekki fyrir frístund, skóla eða skólamáltíðir. Það sé tekið af útsvarsgreiðslum, við viljum að fjármagnstekið eigendur sem að borga ekki útsvar, borgi útsvar. Við viljum að hluti til dæmis á áfengisgjaldi sem að rennur bara í ríkið, fari líka til sveitarfélagana í skaðaminnkandi úrræði. Út hverju ætti fólk að kjósa sósíalista?
Út af hverju? Af því að mannréttindi eru virkilega brotin í borginni og það eiga allir rétt á grunnþjónustu. Það græða allir ef það er sósíalískt kerfi. Hvernig er stemmingin á kosningaskrifstofunni? Mjög góð. Við erum virkilega bjartsýn og vonum að við höfum náð til flesta. Ef þið mættu rífa eitt hús í Reykjavík, hvaða hús er það? Valhöll. Ég ætla að mæla mér í smá svona brauð með pestói eða rís. Ég á alltaf von á ykkur góðu þegar þá við rautt fyrst. Don't mind if I do. Jæja, hún er bara að smakka. Þetta er alveg eitthvað sem ég get borðað. Þetta er ég ætla bara að gefa þessu 7,5. Í þessum þætti ætla ég að fá að taka viðtal við borgarbúa hérna í Reykjavík og spyrja hvaða flokk það ætlar að kjósa áður en að kosningavakan hefst. Bíddu, herra minn. Mætti ég kannski fá að taka viðtal við þig? Já. Hvaða flokk ætlar þú að kjósa fyrir borgarstjórn? Hvaða flokk? Ég bara veit það ekki. Núna skulum við kíkja inn til Pírata. Hvað er eitt helsta stefnumálið ykkar? Heiðarleg stjórnmál. Það er fyrsta og mikilvægasta málefni Pírata. En við berjumst líka fyrir gegn loftslagsbreytingum og þess vegna viljum við betri almenningssamgöngur, betri strætó, þéttari byggð. Okkur finnst bara mikilvægasta verkefnið okkar núna að koma í veg fyrir loftslagsbreytingar. Út af hverju ætti fólk að kjósa Pírata frekar en aðra flokka? Vegna þess að Píratar hafa sýnt það að við stöndum gegn spillingu og með íbúalýðræði. Við erum flokkur sem trúður á samráð og samtal og við stöndum með réttindum fólks og við erum lýðræðislega þenkjandi. Við erum flokkurinn sem trúður á heiðarleg stjórnmál. Hvernig er stemmingin á kosningaskrifstofunni? Hún er rosa góð. Hún er oft verið góð áður en ég held að í alvörunni að þetta sé svona skemmtilegasta kosningabaráttan sem mann til við höfum tekið bara lengi. Þetta er búið að vera góð stemming bæði í hópnum og með sjálfboðaliðum og starfsfólki og öllum. Og við erum að finna bara góða strauma þegar við fyrir út í bæja og svona. Þetta sjáum við bara hvað kemur upp úr kössunum en ég held að þetta verði bara gott fyrir okkur. Ef þú mættir rífa eitt hús í Reykjavík núna, hvaða hús væri það? Rífa eitt hús í Reykjavík? Ég veit ekki, verður maður ekki að segja. Nei, ég ætla ekki að segja eitthvað svona. Nei, ég held að það séu mörg hús sem að mættu eiga það skilið en ég kann ekki við að segja eitthvað svoleiðis. Jæja, það eru engar veganvöflur frá því síðast en það er nú góða fréttir fyrir mig. Það er þess að kókosneið hér. Það er bara eina lykla. Úrskurða það með sjálfum hafi eða kosningina sem að breyst á Jæja. Það ekki löggjafarvaldsins að skera úr það kosning þess að en ég held að Þetta er ágætis kaka. Ég gefi þessu bara 7. En fyrir áhorfendurnar þá ætla ég að prófa vegan hey og nammi. Jæja. múlatorfa múla þar já Hvernig var þetta veganammi? Þetta var ég er ennþá með bragð, alveg sem með veganvöfluna, bara bragðið heldur á.
Aldrei. Jæja, nú ætlum við að kíkja inn til Þórdísar Lóu hjá Viðreisn. Hvað eitt helsta stefnumálið þetta? Þetta alltaf erfiðasta spurningin, sko. Það mannréttindi, jafnrétti og loftslagsmál. Það bara allt sem við gerum snýst það. Út okkur ætti fólk að kjósa Viðreisn? Af því að við ætlum að byggja hér upp lifandi og mennska borg fyrir alla og passa upp á að borgin þróist áfram. Við erum svona fólk sem eru kjörkuð og þorum að taka ákvarðanir inn í framtíðina þannig að borgin verði stórkostleg eftir 10 ár og líka til 20 ár. Og við erum til í borgarlínu alla leið og við viljum þétta byggð þannig að borgin verði bara græn og falleg og allt sem við gerum jafnrétti, mannréttindi og loftslagsmál. Hvernig stemmingin að kosningaskriftstofunni? Heyrðu, hún bara frábær. Hér erum við alveg að detta í kosningakaffi og erum búin að vera í alla morgun að hringja okkar fólk og minna þeim að fara á kjörstað því að það má ekki gleyma að kjósa. En við erum í miklu stuði. Við erum búin að gera C-vítamín út allt, allir búin að fá appelsínur, ég skal gefa okkur appelsínur þetta smá. Ef þú mættir rífa eitt hús í Reykjavík, hvaða hús væri það? Ef ég mætti rífa eitt hús í Reykjavík? Já, ég veit hvað hús það er. Það svarta húsið niður á Lækjartorgi. Það sem ég myndi vilja endur hanna það og gera það meira hús sem fyllir meira lifandi mannlíf fyrir framan og fleira. Þetta ekkert eitthvað ljótasta hús í Reykjavík en þetta bara svona hús sem passar ekki alveg inn í það sem það í dag. Takk fyrir þetta. Þetta mál. Matargagnrýni, já, það bara frábært. Já, það frábært. Þá komið að því að smakka þessa dýrindis appelsínu tertu. Þetta ógeðslega góð kaffi. Já, ég veit það. Þetta náttúrulega búið til bara upp á gamla mátan. Ég finnst það bara 8,5. 8,5, mamma, þú finnst 8,5. 8,5? Já, 8,5. Næstu smiði, 8,9. Þetta svo yndislegt líf. Hvað sem þú setur á andlitið, ekkert svona sem líkt sápunni með alkóhóli til þess að setja á hendurna þínar. Engin 2 millimetra fjarlægi eitthvað þannig. Nei. Aldrei, já! Aldrei! Nú ætlum við að líta inn í VG-portið þar sem Vinstri græn heyrðu. Hvað eitt helsta stefnumálið ykkar? Það að afnema gjaldskrár í skólakerfinu. Sem sagt að foreldrar borgi ekki fyrir leikskóla og skólamáltíðir og reynda frístundaheimili líka. Útgröndi fólk að kjósa Vinstri græn frekar en aðra flokka? Við höfum mikla sérstöðu, við erum náttúruverndarflokkur, við viljum passa upp alla lífverur í kringum okkur og við viljum grípa til róttækra aðgerða í loftslagsmálum. En við viljum líka jafna aðstöðumun barna í skólakerfinu og menntakerfinu og við viljum útrýma fátækt og biðlistum. Svo viljum við líka vísindaveröld. Ég hlakka til þegar hún rísi í Reykjavík. Hvernig stemmingin á kosningaskristofunni? Hún góð. Þið kikið kannski inn, það eru ótrúlega margir. Pönnukökur og kökur og svalar og kaffi og flatkökur með reyktum laxi. Og það mikið af fólki og við erum öll kátt og glöð í dag vegna þess að þetta góður dagur. Ef þú þurftir að rífa eitt hús í Reykjavík núna í dag, hvað hús verður það? Það verður nú frekar bílastæði sem ég myndi rífa. Ég held það. Takk fyrir þetta. Spenntur? Uppáhaldskakan.
Uppáhaldskaka mín mætt á svæði. Ég ætla að fá mér Þetta svæðilegt, en hún bara, Jesus, hún bara tími til þess að smakka. Þetta klikkar aldrei 8,5. Ég hef mér smá svona Doritos og Capri Sun. Gott að fá eitthvað í leiðinni. Vinstri grænsnakk. Hvað var það einhvern? Hvað var það einhvern? Svaraði. Hvað var það einhvern? Nú kíkjum við inn í Iðnó þar sem Samfylkingin með kosningakaffi. Hvað eitt helsta stefnumál Samfylkingarinnar? Eitt helsta stefnumálið. Mér langar kannski helst þess að nefna stefnumálið betri borg fyrir börn. Þar sem við erum að samþætta þjónustu fyrir börn í borginni. Þar sem við erum að tryggja það að fá þjónustu í leikskóla og grunnskóla og þau fá í sálfræðarþjónustu og svona þverfaglega þjónustu öll börn sem þurfa á hennar og fjölskyldan líka. Fjölskyldan fá alls konar styrkju þjónustu til þess að barnið geti vaxið og dafnað í skólanum. Út af hverju ætti fólk að kjósa Samfylkinguna? Að því Samfylkingin hefur skýra sín betri framtíð og skýra sín hvernig Reykjavík á að vera. Við höfum skýra sín í loftslagsmálum, við höfum skýra sín í húsnæðismálum, við ætlum að tryggja það að hér verði byggðar mun fleiri íbúðir og við erum líka, við ætlum að klára borgarlínuna, hún er gríðarlega mikilvæg og svo við skýra sín í velferðarmálum. Við viljum að fatlað fólk og fólk með skerta starfsgetu og börn fái að lifa og dafna og njóti jafnra tækifæra í Reykjavík. Hvernig stemmingin á kosningaskrifstofunni? Hún er bara búin að vera rosalega góð. Við erum í kosningamiðstöð hérna á Hafnartorgi þar sem við erum í fjölskyldumorgun. Við erum bara risa sápukúlur og kökur og alls konar skemmtilegt fyrir krakkana. Síðan hefur við verið að hringja upp á Barónstíg út á heilsvöldastöðinni. Þar hefur við verið að hringja fólk og peppa fólk til að kjósa og það er bara verið rosa góð stemming hjá okkur. Fullt af fólk að taka þátt. Já, en þú mætti rífa eitt hús í Reykjavík í dag. Hvað hús væri það? Rífa? Já. Já. Ég bara man ekki eftir einu húsi sem ég myndi vilja rífa. Þá er komið tími til þess að smakka þessa Samfylkingar kleinu. Ég gef þessu 5. Þú verður að blása Samfylkingarblæðrana. Ég hef aldrei blásið blöðru, sko. Hvernig... Nei, Hvað eitt helsta stefnumálið ykkar? Það er að forgangsraða þannig verkefnum að þjónusta fólk verði betri, eins og til dæmis að börn fái að komast til sálfræðings og talmeinafræðings. Það er núna yfir 1900 börn sem bíða og eldra fólk sem er heima fái meiri aðstöð og við viljum líka að þeir sem eru öryrkjar og fatlaðir að þessi betur hugsaði þá. Og þú grönt að fólk kjósa flokk fólksins frekar en aðra flokka? Af því að við erum að hugsa fólkið í borginni. Við erum eini flokkurinn sem setur fólkið sjálft og þjónustu við fólkið í fyrsta sæti. Og svo kemur allt hitt eins og skreyta torg og þrengja götur eða
setja eitthvað sem ekki bara beint fyrir fólki sjálft, þess að það getur lifað betra lífi, átt til dæmis heimili, sumir eru það fátækir eða ekki mat á diskinn sinn. Við viljum byrja á þessu áður en við förum að gera eitthvað annað. Hvernig er stemmingin á kosningaskrifstofunni? Það er bara búið að vera svona reytingur alveg frá því klukkan 9 í morgun og hér verður opið alveg fram eftir nóttu og við eigum vona að fólk komi þegar Eurovision er búið. Og ef þú mættir rífa eitt hús í Reykjavík núna, hvaða hús verður það? Ég hef nú ekki hugsað að ég vilja eitthvað byrja á því að ég hafa rífa eitthvað hús. Þannig að ég held að það sé ekkert eitthvað eitt sem ég vil fara í að rífa. Ég held ég vil frekar byggja upp og kannski frekar laga hús ef þess þarf og aðalega byggja meira svo fólk þurfi ekki að vera í vandræðum með húsnæðismál en húsnæðisskortur er mjög mikið. Ég er orðinn flökurt eftir allt þetta át og ég fór í strætisvagn beint eftir það og ég verð venjulega alltaf bílveikur þannig að ég get ekki borðað meira en hins vegar mun Matthías fara og gagnrýna veitingarnar. Ég mun hins vegar tilkynna sigurvegara þarna í þessum kosningum fyrir þetta. Jæja, hér ég er samt baksáttur en það verður nú að fá sig. Ég veit að það var með kökur með hölkjöti. Ég elska að fara kökur með hölkjöti. Og ég bara skráði það niður. Hún er dálítið köld. Ekki bara flatkökur, heldur mjög líka. Og ég veit það. Ég held að Úlfur myndi gefa þessu 7. Jæja, núna erum við sagt ég og Matthías að skrá okkur í gestabókina hjá Flokki fólksins sem við höfum ekki gert í hinum kosningaskrifstofunum. Voru hinar kosningaskrifstofunar með gestabækur? Nei. Nei, þannig að það er komið að mér. Núna ætlum við að kíkja inn til Miðflokksins. Hvað er eitt helsta stefnumálið? Já, við flokknum. Þau eru mörg, en svona helsta stefnumálið er okkar. Það er að setja þarfir borgarbúa í algjöran forgang í öllum öðrum málaflokkum þegar það kemur á fasteignamálum, samgöngumálum og bara velferð þeirra í Reykjavík. Út af hverju ætti fólk að kjósa Miðflokkinn? Vegna þess að við erum búin að skapa okkur ákveðna sérstöðu. Við erum eini flokkurinn sem að viljum vernda flugvöllin í Vatnsmýrinni. Við viljum að verði hér í Reykjavík flugvöllur allra landsmanna og svo barátt er ekki töpuð, við erum bara í hálfleik og núna í dag, kosningadaginn, að þá getur það ráðið úrslit það að við náum að standa vörð flugvöllinni í Vatnsmýrinni. Nú, við viljum stórauka lóðaframboð, við viljum huga miklu betur að ungu fjölskyldunum sem við erum dátur búin að missa úr bænum vegna þess að hér hefur verið biðlistar á leikskóla og hér er bara fasteignaverðið orðið allt of hátt og einnig er í rauninni leigumarkaðurinn orðið dálítið galinn. Þannig við viljum núna snúa þessari þróun við og vera með leikskólan gjaldfrjálsan, alltaf 3 ára aldri. Við viljum setja ákveðið leiguþak til að vernda leigutaka fyrir þessum gríðarlegu hækkunum sem er orðið á leigumarkaði og við viljum bara búa til betra samfélag fyrir unga fólkið okkar og fyrir alla hópa. Hvernig er stemmingin í kosningaskrifstofunni? Heyrðu, hún er búin að vera rosalega gaman. Það er búið að vera alveg pakka hérna út úr dyrum af fólki sem ég hef aldrei hitt áður sem er að koma, sem er verið að fylgjast með í rauninni bara hvernig við höfum verið að setja fram okkar stefnuskrá og hverju við erum, hvað við stöndum fyrir og hvað við viljum gera og móttökurnar hafa verið bara frábærar og þannig ég er rosalega bara spenntur fyrir þegar verður byrjað að telja upp úr kossunum í kvöld. Ef þú þurftir að rífa eitt hús í Reykjavík í dag, hvað hús væri það? Ef ég ætti að rífa eitt, ég hef aldrei fengið þessa spurningu þannig að hún er alltaf ný fyrir mig. Ég myndi nú segja til að byrja með að mér finnst aldrei rétt ef við þurfum að vera að rífa hús. Mér finnst það ekki taktíkin. Við erum frekar að huga því hvernig við getum aðlagað húsið að þeim
breytingum sem að þurfa að eiga sér stað ef það þarf að rífa hús. En ég get ekki nefnt eitt einasta hús sem ég myndi vilja rífa. Ég get ekki ákveðið mig. Á ég að tala eins og Úlfur eða? Þú veist? Nei. Frá Meitgifur og eitthvað litla, fáránlega litla hérna. Jæja, þá verður það að koma þessu. Ég myndi örugglega segja að þau hafa næst mest úrvali Miðflokkurinn á Sjálfstæðisflokkinn. Það er það fyrst hérna Brownie. Já, þetta er alveg gott. Svo komum við snúðnum. Já, það er gifla. Já, þetta er bara mjög gott. Ég ætla að segja 8. Já, bara 2 mínútur í stað eitthvað. Ætla aðeins að fara að leggja mig. Já, því miður að við ekki veist að við 2 flokka og það var Ábyrg framtíð og Reykjavík besta borgin. Það er vegna þess að þeir hafa enga kosningaskrifstofu. En já, þá segir það gott í dag. En áður en við endum þáttinn ætlum við að fara yfir til Úlfs sem ætlar að kynna úrslitin fyrir matargagnrýni. Yfir til þín, Úlfur. Niðurstöðurnar eru komnar í hús. Núna mun ég tilkynna topp 5 af bestu veitingum árið 2022 í þessari borgarstjórnar kosningabaráttu. Þetta er kjördagur. Skiptir ekki máli, bara í 5. sæti er Sósíalistaflokkurinn. Í 4. sæti er Miðflokkurinn. Í 3. sæti er Framsókn og í 2. sæti er Vinstri græn og í 1. sæti er Viðreisn. Oh my god! Við fórum á heimsóttu Viðreisn aftur til þess að tilkynna að þau voru með bestu veitingarnar og þau öskruðu af gleði. Bókstaflega. Þetta var algjör stemming, bara djöfug líður mig vel eftir að hafa gert. Takk fyrir að fylgja okkur í þessum kosningum á árinu 2022. Við sjáum ykkur tíma. Bless! Já, bless í bili. Þú ekki fara að byrja með hana einn sjónvarpsþætti? Ó já! Borg mín, borg